Ljósin eru opnuð, við erum komnir og ég ekki, hvað er ég ekki? Er það ekki í stuðbuxum? Nei, ég er ekki í stuðbuxum. Þú er ekki í stuðbuxum. Og ég er heldur ekki eftirlýstur á löggunni. Nei, þú ákvaðast að bara sýndur honum myndina og vildir ekki. Ég tek ekki þátt í þessu, sko. Nei, þetta við byrjum bara svolítið að snemma núna. Já. Hvað segirðu gott, Óskar? Bara fínt, sko. Já. Hvernig vikaðinn búin að vera? Eins og alltaf þá keypti ég eitthvað. Já, hvað keyptirðu? Ég keypti sofaborð. Borð? Ég keypti sofaborð, ég keypti ringlaða mynd og fleira og fleira. Já. Jú, eitthvað svoleiðis. Aldeilis. Það er aldeilis. Það er bara aldeilis. Já. En þú, hvað? Vika mín? Já, bara hvernig ég hef það, já. Bara eitthvað, ég hef það bara ótrúlega vel bara. Ákveðlega vel bara. Já. Fekk mér kaffi í dag og eitthvað. Hvernig kaffi? Bara kaffi, venjulegt kaffi. Þú veist að kaffi bragðast nákvæmlega eins og brennandi heitur niðurgangur. Já. Ha? Nei. That doesn't make sense, Óskar. Yes. En hvernig er vikan búin að vera hjá þér? Já, bara svona. Eins og sé, keypti drasl. Svo þessi hljómsveit sem ég ætlaði að tjóna. Já. Þeir vildu mig ekkert skýru. Nei. Já. Var það erfitt? Þeir tilkynntu mér það bara í dag og maður var í bammer í, þú veist, korter en ég meina, hvað maður að gera? Fara út í horn að gráta? Já. Það er það sem maður á að gera. Ok. Ég er nefnilega... Gerður það ekki? Nei, ég hugsaði bara, ég held bara áfram að gera það sem ég er að gera og eitthvað svo leiðis. Þá verður þetta bara erfiðara, skilur við. Þá þarf það að díla við þetta í mörg ár. Já, er það svo leiðis? Það er bara svo leiðis. Þú verður að fara og gráta út í horni, sko. Ok. Reglurnar segja það. Þetta stendur á heimasíðu Vælubílsins. Er það til, eða? Já, segjum það bara. Það ætti að vera til. Já, það ætti að vera til. Ja. En vikan mín, Óskar. Hvað? Já, ef það halda ára vikunum þína. Hvað gerður það meira? Nei, ertu bara búinn? Já, hvernig var vikan, já, nákvæmlega. Takk fyrir að spyrja mig. Vikan mín var bara, ég gerði alveg helling. Gerðið þú helling? Vá, byrjum frá byrjuninni. Herri, ég fór í matarboð til mömmu minnar. Á Hvolsvelli? Á Hvolsvelli. Vá. Og á leiðin á Hvolsvell, ég fór einn þegar ég var að fara í partí kvöldið. Það voru ekki, við virtum reglur, voru færri en 10 þarna í partíinu. Takk fyrir að bjóða mér, Jón. Já, Jón. Já. Ég er ekki Jón. Þú þekkir þetta fólk ekkert. Akkur ætti ég að bjóða þér. Já. En ég fór einn, þannig að ég gerði suður. Glæsilegt. Og á leiðinu þá leiddist mér svolítið. Ég ákvað að hringja í gamlan vin. Já. Ég hringdi í Palla Rollu. Já. Og það endaði mér með því að ég fór til hans, kíkti í bílskúrinn hans aðeins og hann er í torfærunni. Já. Og rosalega mikið í því og ég samþýtti það að hann gefur mér ekkert tímann shoutout og ég gef honum shoutout á móti. Ok. Þannig að ég er bara að segja Palli Rollan á torfærubílunum, bara flott bílbróm. Hann er ógeðslega töff. Er hann ekki að kóka með bíljum? Nei. Það er eini flotti bílinn, sko. Já, það er eini bíl sem maður man eftir. Já. Já, kókumölkabíl, en ég man bara eftir honum. Man eftir einhverju rauðum líka. Já. Það man ekkert meira, hann var bara rauður. Svo er þetta bara hægt að sýna þetta í sjónvarpinu. Maður er ekkert að horfa á þetta. Nei. Ég horfi stundum á þetta á YouTube, þetta er svona inn í torfæru. Ég er ekkert torfæru kall. Það sem er mest töff með torfærubílinn er þegar hann fer yfir vatnið. Já, það er ótrúlega skemmtilegt. Á þarna heimsfræga þættinum hana. Já. Það gæðinu sem að hata drottninguna. Og svo fer ég til mömmu minnar og fer í matarboð og það var bara borðað og mjög gaman og hitti bróður minn og hans fjölskyldu og það var bara fjör. Svo fer ég í partí. Já. Og það var bara mjög gaman. Þú glemdir að segja hvað var í matinn? Í matinn hann var ostapestófyllt svín. Já, það var alveg gott, sko. Það var vel. Svo í partíinu þá spilaði ég leik sem heitir True American. Já, er það ekki leikurinn úr New Girl? Jú. Mér langar svo að spila, sko. Og ég hef bara bjóst bara ekki við að fólk var að spila þennan leik. Nei. Þannig að við spilum þennan leik og
og ég skemmti mér konunglega. Já, ég trúi því. Ég hef alltaf hort á því spilanan leik og ég hef alltaf verið að reyna bara að hugsa svona Maður skilur hann ekki. Já, hvernig gerir maður þetta? Já, en þarna því ég spilaði hann og þá bara fattaði ég leikinn og það var bara mjög gaman. Er þetta einhvers konar pólitíkusa leikur eða? Nei. Eða svona, sko, ok, það er svona miðjuborð og þar er svona, kóngurinn er þar, það er vínflaska, svo eru peð og það eru 5 bjórar. Þú verður að klára þá máttu fá sopa af kónginum og þá er leikurinn búinn. Já. Og þetta er eins og spil. Á ákveðnum stöðum máttu taka þér bjór af borðinu. Ok. Og máttu ekki vera með meir en 2 bjóra í hendinni og þú verður alltaf að hafa bjór í hendinni. Þannig að þú myndir lenda þarna þá þarftu annarkvort að klára bjóriðinn eða sleppa því taka. Held ég einhvern veginn þannig. Eða sleppa taka bara strax, ég man það ekki. Ég man voða lítið eftir þessu, sko. Þetta meikar allt rosa mikinn sens. Og svo er bara Florislava. Já. Og þú mátt ekki... Saman tíma, já. Þannig að þú þarft að pissa, þá deyrðu og þarft að klára heilan bjór til að byrja aftur. Vá, þetta hljómar erfitt. Þú mátt ekki klára bjórinn sem þú hélst á, þú voru að skilja hann eftir það sem þú dóst og þar byrjar þau bara aftur með sama bjórinn. Þannig að þú voru að klára annan bjór. What? Af því að þú mátt ekki klára peðin nema á leiknum, sko. Og hvað endir svona lengi í þessu? Við vorum alveg í klukkutíma, held ég. Já. Og svo er rosalega mikið kosið og til að komast áfram í leiknum segjum að við röðum okkur öll upp á púða, byrjum að því að skipta okkur í lið og til að komast áfram þá þarf þetta annarkvort að segja JFK FDR og þá gera allir tölu á ennið og svo sem er að gera og ef einhver með sömu tölu og annar staðar þetta er svo ruglingslegu leikur, fólk er bara farið núna ég skil ekkert, sko og að ég halda fram og ef einhver með sömu tölu annar staðar þá fær hann að fara áfram líka og þú og svo sem á að gera já. Og svo er hægt að komast áfram líka með því að segja hluti sem eiga eitthvað sameiginlegt og ef einhver giskar á rétt hvað hlutur hvað er sem bindir þá saman eins og Cocoa Puffs, Cheerios og einhver segir morgunkorn þá var það rétt að svarið þá fer hann áfram og ég áfram líka og farið þá hringi eða eitthvað fyrir mig hringi í kringum borðið í kringum borðið það sem bjórarnir eru á og það mátt bara á 2 stöðum máttu taka bjór þannig að en skemmtilega var erfiðasta var muna hver átt að gera að við byrjum að stilla okkur upp og segjum að þú situr fram að mig aftan mig og hvar sem er í borðinu í leiknum, alltaf þegar þú ert búin að gera það á ég að gera já, bara leiðið það já, bara leiðið eða eftir eða eitthvað og svo má svindla og svo þarf að kjósa og svo þarf að það er kosið reglur svo segjum að ef ég prumpa þá drekkur Óskar ef allir segja já, þá verður það regla já, ok, skil og eða koma með fítusa við leikinn já eins og það var Tribolovski einhver sagði það, þá þurftu öll að slafa já, eða fara á hækjur svona eins og gert í útlandinu ok, ríkalega nett þetta var bara ógeðslega skemmtilegt mæla með þessu leik, það er bara að googla True American þá finnið þið reglunar já, ok og svo vorum að príla húsgögnum og eitthvað já, það var bara mjög gaman mér er alltaf langa að pröfa þetta, sko já, bara að gera það eitthvað já, endilega en við erum komin hingað til að tala um eitthvað allt annað, Óskar sko, ég er nefnilega með svolítið samvanskapiti í veskinu nú já, þetta ég var að kaupa svo mikið það er svolítið svona peningavandamál já, það talandi um peningavandamál þá erum við að fara að tala um peningavandamál í dag það er svolítið þannig við sögum það líka í síðasta þætti þannig að fólk veit alveg hvað erum við að tala um það er svolítið þannig nokkra daga segway já, ég samti eitthvað kúl alltaf með eitthvað kúl þú ert leikstjóri er ég leikstjóri? já þannig er þetta búinn, Óskar ég er tilbúinn peningavandamáli hver kannast ekki við það að eiga engan pening hafa eitt honum í alls konar vitleysu og peningurinn hverfur það geta leynst ýmis vandamál ef maður kann ekki að fara með peningar óvænt útgjöld
skattar, vextir, vaxtavextir og margt fleira. Vaxtavextir og margt fleira ekki kennt í skóla og við þurfum að læra það á eigin spýtur, annarkvort í gegnum fjölskyldu eða rekast á veggi. Nákvæmlega. Í heiminum leynast ýmsar hættur tengt peningum. Smálán, yfirdráttur, nikríusvindl, fjárhættuspil og margt annað. Tveir loðnir eru mættir á svæðið til þess að leysa vandamálin sem tengjast fjármálum. Hvað gera tveir loðnir við fjármálvandamálin? Margt. Við vitum allt. Ég veit allt, sko. Við getum lagað, við kunum lausna á öllum vandamálum. Já, það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis, já. Viltu finna lausnin á þessu? Fáðu vinnu. Já, það er náttúrulega byrjun að skref. Takk fyrir mig, búið bless. Til þess að fá peninga, en maður á engan pening. Já, Það þarf maður þessi vinnu. Það þarf maður að byrja á vinnunni. Já, en hefur þú lent í einhverju peningavandamálum? Nei, þegar kemur þessum þætti þá svona já, nei. Nei? En maður hefur kannski verið svona nálægt en þetta hefur alltaf sloppi, skilur. Já. Þú ert ekki að lenda í djúpum skít. Nei, ég þóra ekki að kíkja á heimabanka núna, sko. Nei, það er ekkert sniðugt, sko, það er ekkert gaman. Ég veit ekki hvernig staðan er, sko. Ég heldur sé mjög góð en ég þóra samt ekki að kíkja. Já. Það er svolítið svoleiðis. Já, ég hef lent í svona ekkert peningavandamál, smá vandamálum, skilur. Hef lent í að eigangan pening. Já, við höfum öll verið þar. Og bara verið bara blankur og þurfa að ringja og hvart, ringi fóreldra sína bara, smá pening svona til að kaupa kókið eitthvað. Já, maður hefur verið þar, sko. Má ég fá smá pening? Og svo er maður þreyttur að ringja í mömmu sína og þá fer maður í yfirdráttinn og ef maður komið ómikinn yfirdrátt og þarf að borga hann, þá fer maður smálán til að borga hann og svo þarf að borga smálán og þá farið þið vinnu. Já. Það fer bara í svona ákveðna hringrá, sko. Já, en númer 1, 2 og 3, bara fyrir alla peninga. Já. Það er að spara. Já. Eða fjárfesta í einhverju sem hefur gildi. Já. Já. Ég kalli þetta að borga sjálfum sér. Já. Bara leggja til hliða pening. Já. Það ertu bara að borga sjálfur. Nákvæmlega. Og núna er eitt af vinsalasta að fjárfesta í fasteignum. Já. Fasteignamarkaðurinn er bara búminn. Þetta er mjög sniðut. Þetta er eina leiðin sem ég grætt pening. Já. Ég ætla bara að vera rosalega unpolitically correct og segja bara að þú græðir engan pening á að þú græðir ekkert pening á að nú er ég svo hræddur, sko. Já, segðu það bara. Þú græðir engan pening á að vinna fyrir einhvern annan. Jú, svona, þú færð laun. Þú færð laun og færð svona nóg til að borga þitt og allt það. Svo er rosalega lítið eftir. Og ef þú ert ekki svo heppin að vera með fasteign. Allir eiga að vera entrepreneurs. Það held ég. Já, en nei, svona já og nei. Já. Þú veist, djók en ekki djók. Já. Það er bara, sko, já og nei. Það er náttúrulega, númer 1, 2 og 3 er að hafa vinnu. Já. En við skulum tækla kannski eitt vandamál í einu. Já, ég nefnilega svolítið, ég kasta bara netinu út allt og vona að ég grípi eitthvað, skilur. Já, ok. Ég er að lesa bók í dag. Já, ertu að tala úr bókinni núna? Já, nákvæmlega. Það er til dæmis smálán. Tókst þú einhvern tímann smálán? Nei, mér finnst það að vera skem. Það er skem, nokkurn veginn. Og margir lendu illa í smálánum. Já. En hvernig leysum við þann vanda, skilur? Smálána vandan. Hann er það er búið að leysa hann. Það má ekki með smálán á Íslandi lengur. Já, er það? Já, en það er samt eitthvað sem heitir netgíró. Já. Sem er svipað, en er samt ekki svipað. Ég vil nota það einu sinni tvisar. Bara eitthvað svona, reynda bara að æla svona leti, bara ég nenni ekki að borga þetta núna, bara ekki til seinna. En þú þarft að borga meira? Já, það er leiðilegt. Já, þannig að það er alltaf ekstra á þessu. Já. Þú þarft að borga alltaf eitthvað 5 skall meira. Það er ekkert. Það er samt 5 skall.
Já, hvað gerir við 5.000 skall í dag? Fyrir út í búð, kaupið mjólk og kók og búið. Reyndar, ok, sem 10 skall. Já, kaupið mjólk og kók og síðan kókopöps og Ekki alveg. Kókopöps og Lucky Charms og nei, betur, það er ekki til á Íslandi lengur. Nei. Hvað maður að gera? En það náttúrulega maður á að halda sig frá þessu. Honey not serious. Nei, já, honey not serious. Þú ert að halda þig frá því. Já. Þú ert að fara beint í hafrana. Já, hafragraut. Hafragrautin. Já. Því hafragrautin svona kjarnin af öllu. Einmitt. Essensinu, skilur. Já. Þannig að þú setur hafragrautin til hliðar mánaðarlega. Hvað? Ég ætla bara... Er það rétt í pöndað? Nei, ég ætla bara að tala um hafragraut. Já, þú setur hafragrautin til hliðar. Alltaf þú farið hafragraut, þá tekur alltaf x%. Setur í skál. Setur allan hafragrautin í skáluna, en svo tekur þið nesti. Setur alltaf svona smá skeið í lítið ílát og inn í ískap. Af hafragraut. Af hafragraut. Gera það hverju mánuði. Já. Það hljómar geðið næs. Ég var að hafragrautur í peningur, skilur. Já. Þannig að var svona myndlingin, en ég veit ekki hvað það er að geima hafragrautin. Ég fór bara að hugsa þetta svona litur í leik. Já, þú geimir alltaf smá hafragraut eftir. Ég setur hún í skápinn. Í skeið? En þú setur í skeið, þú setur í ílát eða eitthvað. Já. Og svo inn í skápinn. Og svo þegar þú verður svangur, bara ótrúlega svangur, þá áttu helling af hafragraut inn í ískápnum. Það er enda ágætis myndlíking, sko. Já, djöfull er ég flinkur. Þetta er algjörsnill. Algjörsnill. En smálán, og það er bara netgíró. Ég, sko, maður á ekki að kaupa hluti nema og hefur efni á því. Já, það er einlega svolítið þannig, sko. Það er bara þannig. Annars landir við í ákveðnu vesinni, eða svona, ekki endla alltaf, en það getur gæst. Já. Og ég hef keypt einu svona síma fyrir langar löngu og borgaði af honum mánaðarlega. Já. Og það borgaði ég eitthvað 20 skall meira. Já. Það er alveg slatti peningur, sko. Það er alveg slatti peningur. En ég hugsa, það er aldrei komið nýjan síma, skilur við. Já. Færstu með einhver díl á móti, innegn í eitt ári eða eitthvað. Eitthvað þannig, en það er aldrei, borgar sig aldrei. Nei. Og ég var ógeðslega lengi bara að borga þessum helviti síma og síminn var bilaður. Það var bilaður? Já. Nú? Og ég bara var honum bilaður þá. Ég var ennþá að borga þessu. Það var eitthvað 1-2 ár. Og hann var ekkert, hann var gett cool nýr og gett gaman, nýtt dót maður og svo var þetta bara crappity crap og mér langaði nýjan síma og þá var ég bara, en ég er ennþá að borga þessum síma þannig ég má vel ekkert skipta nýjan síma og ég hefði bara sparað. Og keypt mér svo bara nýjan síma því ég átti pening. Nákvæmlega. En sér nefnt með þessum ákveðna aldrei sem maður er komin á. Þá er ég þurfti alltaf að fá nýjasta Samsung Galaxy síman. Núna er ég bara sáttur með að betra svo sem ekki til með núna, lækki í verði og eftir að nýr komi og þá kaupi ég hennan gamla fyrir miklu minni pening. Og svoleiðis. En þá ertu ekki að baller. Það var ekki hvað? Það var ekki cool. Nei, það er alltaf læg. Já, ég þarf ekki að vera cool. Spara er cool. Það er nefnilega cool að spara því að þá verður kannski eitthvað einhvern tíman. Það er málið. Þannig að halda bara fyrir alla sem er að berjast við þetta. Þú stay strong, haldu frá þessu gíródæmi og bara safna. Ég hef heyrt að einhver talaði að þið langar í eitthvað í staðan fyrir að kaupa strax býði í svona sólaring, bara hugsa þetta bara þarft þetta núna, má þetta býða. Já. Yfirleitt má þetta bíða, skilur. Yfirleitt má þetta bíða. Þó það sé ekki gaman. Nei, en þú þarft þetta ekki núna. Nei. En er eitthvað sem þú keypt bara svona impulse kaup dýr impulse kaup? Já, bara í fyrradaga eða eitthvað. Já, það? Já. Hvað var það? Eins og ég talaði í byrjun, ég keypti sófaborð. Ok, vantaði þið sófaborð? Nei. En sófaborðið sem við vorum með var ljótt, það voru blettótt, einhverju blettir sem bara sama hvað maður notaði, þó maður notaði blásýru, það bara fór ekki af. Þannig að við bara vorum komið leið og komum að kaupa nýtt. Og við keyptum borð ekki í IKEA og ekki í rúmfallaðinum og þá veitum við að þetta kostar brókslega mikið. Já. Við keyptum eitthvað rosalega flott sófaborð í Húsgagnahöllinni. Já. Það var fucking dýrt, sko. Og hvernig líður þið núna? Já, ógeðslega flott sófaborð.
En eins og ég segi, ég þori ekki að kíkja inn á heimabankan sko. Nei. Svo keypti ég líka rosalega flotta mynd í húsgagnaverslunni, risastór, ringlaða. Já. Og hún kostaði ógeðslega mikið líka. Þannig að þú er búin að eyða ógeðslega mikið pening. Já. Ég veit ekki, sko annarkvort á ég nóga pening eða ég á engan pening. Já. Það þori ekki að komast að því. Já, þegar hlutir stinga svona veskimanns, þá er ekkert gaman að kaupa. Nei. Það er svona þar maður að komast í þá stöðu að bara vera alveg sama. Er mann einhvern veginn sama? Örugglega átt hellinga pening. En hvernig heldur það að eiga hellinga peningur? Það er Það er kannski ekkert að eyða peningur. Það er ein leið til dæmis. Svo hefur maður heyrt að maður þarf að eyða peningu til að græða peninga. Já, en ég held að það sé ekki að meina sko að kaupa dót. Nei. Ég held að sé meira að tala að fjárfesta. Nákvæmlega. Við erum klárir. Við erum náttúrulega klárir. Ég skrifaði einu svona stóra ritgerð einu sinni. Já, svona skólaritgerð. Skólaritgerð, lotlaða ritgerð. Í grunnskóla? Nei, í háskóla. Það er ekki það sama? Nei. What? Já. Hún var 60 eitthvað blaðsjör. What? Fjármála læsi, ungra einstaklinga. Já, skrifaði það. Því að mér fannst svo pirrandi ég lærði ekkert fjármál. Nei, mér finnst það bara út í hött að það sé ekki kennt. Það er bara ekki kennt. Það ætti bara að vera skildað sko. Bara svo að fólk var ekki beint í að vera róna bara. Já. Þó að það sé örugglega skemmtilegt líka. Bara að kenna krökkum að lesa launaseðil. Já. Að lesa hvað taxti er, hvað persónaafsláttur er. Og það var enginn sem kendi mér þetta. Ég lærði þetta bara sjálfur. Já, ég kann þetta ekki ennþá. Með því að googla og lesa og svoleiðis. Þú þekki mig, ég er svo simplistik. Ég er bara laun komin, laun búin. Já, bara eins og orlof. Já, það er því frí. Já. Mér finnst það bara fáralt orð. Akkur ekki bara frídagar. Svona margir tímar, eða frítímar. Já, nákvæmlega. Það er náttúrulega eitthvað gamalt orð yfir frí. Hafa þetta basic. Og taxti. Hvað er taxti? Það er taxes? Nei, það er skattur. Tímanínir. Taxti? Nei, launataxti er, held ég, upphæðins og ferð á hvern tíma, held ég. Held ég, I don't remember. En það er svona fullt af einhverju dæmi sem maður kann ekki. Nei, nákvæmlega. Og þú vart verktaki, þú vart ekki að vinna hjá laungreiðanda, þá veit maður ekki neitt. Nei. Þá þarf þú að hafa allt utanum allt, þú vart að borga skattinn þinn sjálfur til skattsins og allir peningur sem þú færðu mátt ekki eða maður strax þú voru að taka til hliðar, svo að þú einu svona ári borgar skatt og eitthvað bla bla bla. Já. Þannig að þetta er allt í rugli. Þetta er flókið sko. Og fólk hefur alveg lent í vandamáli með það. Að hafa unnið sem verktaki. Já. Og ekki vita að geyma skattina, að borga leið mánaðamótin þú farið útborgað. Nei. Og lenda bara í skatta vandamálum. Já, það hljómar ekki spennandi sko. Nei. Ég hef alltaf haft það reglu að bara leið að fæ útborgað, þá bara borga ég allt strax. Já, bara svo, alla reikninga og svo leiðis. Já, því að ef maður gerir það ekki þá endar maður í vesinni. Það maður endar í vesinni. Eins og konan sem maður borgaði ekki var að húsnæðislán í nokkur ár. Já. Og þá var bankinn alltaf bara, heyrðu, þetta gengur ekki. Við tökum húsið þitt og það er margir sem bara gera það. Er það samt ekki, ég alveg að heyrt, þú veist, í útlöndum, þá fær fólk svona, ég man ekki hvað orðið er, en einhvers konar svona bank credit, eitthvað svoleiðis. Þú veist, ef þú kannski ert með lán, en ert duglegur að borga því, þá hækkar þau eiginlega í svona rangi. Já. Og þá áttu meiri möguleika á að gera whatever. Já, þú hækkar, heitir Credit Info hérna á Íslandi. Já. Það er síða sem getur séð borgað eitthvað 5.000 skall til að sjá kreditstöðuna þína hjá böngum. Já, sniðt. Alltaf þegar þú tekur lán, þá sérðu að þeir skoða kreditinfóðið þitt. Já. Bara að sjá hversu vel þú ert að borga og hvort þú ert í vanskilum eða eitthvað svoleiðis. Og ef þú ert bara grænn, þá farið pottet lán. Ef þú ert rauður, þá farið ekki lán. Nei. Það er bara erfiðara fyrir að fá lán. Og það er rosa erfitt að hafa áhrif á það ef þú lendir í vesinni. Já, ef þú lendir í vesinni, þá er rosa lærið að laga það. Já. En það er alltaf til einhverja leiðir, sko. Alltaf. Já. Ísland er svolítið þannig.
Þetta er reddast, hefur maður heyrt. Þetta er reddast og finna bara einhvern veginn leiðir. Já. En það kunni ekkert allir þessar leiðir. En til þess erum við tveir loðnir komin hérna til að finna út úr því hvernig til að finna þessar leiðir til að komast úr vandamálum. Já. Ein snilldarlausn sem ég er með. Já. Sem að virkar svona 1% tilvika. Það er að vinna í lottói. Herðu, já, það er svona hættulegt, sko. Hættulegt? Já, þetta er fjárhættu spil. Er lottó skilgrind undir það? Já. Þú ert að leika með fjö, já. Já, kindur? Já, þú ert að leika með fjö. En þú ert rauninni að, líkurnar eru svo litlar að vinna. Já, ég er bara með 5 tölur í áskrift og vonaði besta bara. Hvað kostar það? Þetta er Eurojackpot og þetta er ekki það mikið, 1500 eða eitthvað á viku. Á viku? Það er þá 5.000 kall á mánuði? 1500. Já, nei. Já, cirka, já. Já. Segjum 5.000 kall. Já. Þú ert að eyða 5.000 kalli á mánuði í lottó. Já. Sem er þá 60 kall á ári. Já. Og á 2 árum 120 skall. Já. En ég vann tilbaka daginn 30 skall. Já, hvað er nú að vera lengi annars? Það man ekki. Já, nákvæmlega. Það er einmitt líka áskriftir. Já. Það er hættulegt. Er það ekki? Jú. Ég er með rosalega margar áskriftir, sko. Já, ég er með Netflix, ég er með orðabók, ég er með þetta og ég er með hitt. Og ég mæli með bara að fólk sem bara veit ekkert hvað peningurinn er að fara að skoða hvað þú ert áskrifaður á. Já, ef maður glemdi því. Ég hef alveg gleymt að ég bara áskrifandi á eitthvað og bara glemdi og allt í nú fór bara 5.000 kall. Já. Og ég er bara, ég glemdi að sæna mig út af þessu. Já, ég er að muna núna að ég skráði Helgu í Xbox Live Gold og hún þurfti þess ekkert. Já. Þannig ég var eftir að taka það út. Nákvæmlega. En það er bara búið að vera í mánuði eða eitthvað. Já, maður þarf auðvitað að reyna að fylgjast með og maður þarf að vakta fjármálið sín. Já, betra sko. Það er betra. Kíkja kannski á heimabankan þó maður þú er ekki. Já, það er stundum þú bara að býta í það epli að kíkja á heimabankan. Ég held samt að ég ætla bara að býða einhverjum mannum. Ertu alveg viss? Já. En það er bara held ég aðalausnin er að við þessu er að vakta. Standa vaktina? Standa vaktina. Já. Og meninga. Meninga? Já. Hvað er meninga? Veistu hvað er meninga? Nei. Meninga, ég á peninga. Hvað er þetta? Meninga er snildar app þar sem að þú getur fylgst hvert peningarnir þín er að fara. Alveg? Wow, ég held að það væri ekki til svona á Íslandi. Og það er rauninni, þá flokkar öll fyrirtæki, til dæmis hversu mikið þú eyðir í skyndibita, hversu mikið þú eyðir í þetta og hversu mikið þú eyðir í hitt. What? Og þar sérðu rauninni bara heildartölur. Ok. Þannig að bara það kemur alltaf að fara svona tilkynningu símaðin Óskar, þú ert búin að fara 5 sinnum í klippingu í þessu mánuði. Ég er náttúrulega þar þessi í svo loðin. En þá nákvæmlega, en þá getur við rauninni svona fylgst með hvert peningurinn er að fara og ráðstafað, segja ekkert ráðstafað, þú getur gert svona áætlun. Þetta er styrlað. Ég ætla að eyða kannski 5.000 kall í mánuði í afþreyingu. Ég ætla að eyða 10.000 kalli í þetta. Svona gert þér svona fjármál bara, gól. Já, ég bara vissi ekki að það væri til, sko. Mæli með. Bara... Ég hef notað þetta og ég er ekki að nota þetta í dag, en það á ég enga peninga, sko. Já, það meinar. En auðvitað þarf maður að hugsa sjálfan sig líka, það má alls ekki gleyma því. Nei, en maður samt er að hugsa sjálfan sig með því að spara pening, sko. Já, þú ert að hugsa framtíða sjálfan þig. Já, líka það. Já. Svo hugsa sem bara hvað ég bara morgun, skilur við. Já, ég er enda stundum þar, sko. Já, og reyndar, sko, því miður góður punktur líka er að, sko, peningarnir koma alltaf aftur. Já. En ekki endilega upplifunin. Þannig upplifunin. Já, upplifunin, já. Þannig það er líka svolítið punktur til að pæri. En maður þarf samt að eiga efni á því að gera eitthvað, skilur við. Já. Þannig er svona two sides of the same coin. Já. Maður þarf að vakta þetta. Já, greinlega. Það er að hætta þessu rugli bara og fylgjast með. Það sem ég er svo þægilt eins og þegar maður spila Grand Theft Auto, þá er alltaf peninga að dótið upp í hotninu hægra megin. Já, kamla, þú veist alltaf hvað mikið pening. Ég væri alveg til í að vera með þetta bara svona
innbyggt í einhverju linsu ég myndi ekki vilja það sko. Myndir ekki sjá bara peningin alltaf ég myndi alltaf fá samviskubiti ég var að kaupa eitthvað kannski þarf maður bara að eiga samviskubiti svo hef ég líka heyrt það að ég veit ekki hvort þetta er satt að ef þú ert að ferðast með peninga bara seðla þá eyður minna já, ertu að meina í útlöndum eða? Nei, bara á Íslandi Ég hata peninga samt sko. Eða þú sæðlaða skilur ég þól ekki klink og mest að þetta þvælist alltaf fyrir mér en svo var ég bara eitthvað teldi ég á svona klinkbolla ég var ekki að telja ég fúst hvað er mikið klink ég ákvæmur í 500 skall ég var bara what grætti heilan helling allt í einu sko og en það er svona ég hef heyrt að það sé gott sparnaða ráð að hætta þetta kort það meikir alveg sens en peningar fylgja oft vandamál eins og við vorum tala áðan fjárhættuspil, gambling það er náttúrulega bara það er sjúkdómur það ekki ef þú ert sjúkur í að fara í spilakassa eða póker á netinu eða eitthvað svoleiðis hefur þú eitthvað tíman þú náttúrulega ert í lottóinu ég hef með lottói sko og ég er bara með þessar 5 tölur í áskrift bara just in case ef einn daginn vakna ég og þá bara til hefningi þú vannst 30 skall ég veist það er gaman að vinna pening og svoleiðis en ég hef aldrei eins og þannig spilakassanir ég hef aldrei séð eitthvað spennandi við það sko Nei. Og þú veist það væri geggjaður að fara í kasínó og svona og ég hef gaman að póker og allt svoleiðis en ég hef aldrei spilað með peninga í póker sem samt hljómar pínu spennandi sko bara að segja það gamblað Óskar ég er fíkil sko ég er svolítið ég minnst gaman að gambla en ég veit að ég á ekki gamla með peninga sem ég á ekki númer 1, 2 og 3 þú mátt alltaf bara eyða þínum peningum og þú mátt ekki eyða þú bara frekar ráðstafaðu bara eins og í Menika appinu bara 10 skall á mánuði fer bara í leik, gambla að þetta er gaman að vinna peninga hundlega alltaf tapaði ég trúi því og fyrsta skipti sem ég spilaði póker með peninga þá var ég var 16 að verða 17 veit mamma þín að þessu? Já hún gaf mér leyfi vel gert hún gaf mér skriflegt leyfi til að þetta kostaði bæinin var eitthvað 500 skall eða eitthvað og ég átti hennar pening sjálfur og ég var að vinna held ég þetta var strákar sem voru frá Kvöldsvelli og voru að halda svona pókerklúbb og ég spurði hvort ég mætti henni með það bara hún náttúrulega mátti ekki gambla að því voru ungur skilur það er 18 aldurstakmark bara ef löggan skildi koma og ég var hann að gambla þá var það bara þú bara í fangilsi nei þeir í fangilsi ég laus og liður en þannig ég talaði við mömmu mína að fá skriflegt leyfi og hún félst á það og þetta var fyrsta skipti þess vegna er ég fíkill í dag nei, ég fer að spila póker og ég vinn 30 skall hvað byrjar það með? 500 skall? Það er heldur gott ég var bara eitthvað bara rúki að spila póker bara að spila póker í tölvunni eitthvað í tölvuleika eða eitthvað og ég vann stóra potinn fór heim og mamma sagði bara þetta getur hvetið áfram ég feitið mínus bara það er allir mínus allan þetta peningur sem ég er búin að ráðstafa í þetta en ég hef aldrei eitt eitthvað heiminn hafa upphæði eða eitthvað svoleiðis en þannig að ég mæla ekki með að gambla nei, en hvað með eins og það er ekki beint gambul en bingo í Vinabæ stock market það er gambul ég myndi telja það sem fjárhættuspil ég er búin að vera með svolítið áhuga því pröfa að fjárfesta í einhverju og sjá hvert það fer það er náttúrulega til marga tegundra fjárfestingu þú getur tekið þátt þú fyrir í banka núna að tala að segja bara mér langar að fara í fjárfesta shit það er til nokkri reikningar fjárfestingarreikningar sem þá bara einhver dúddi bara bankamenn sem er að fjárfesta fyrir þig borga maður þeim eitthvað þeir fá x% og bankin fær x%
það er aldrei garantít að þú fær hagnað. Nei. Kannski eitt árið farið fullt af peningum, annað árið kannski minni pening og kannski eitt árið þarf þú að borga pening. Já. Þannig að þetta er að því að bara baukurinn var tómur og þá eru bara margir fullt af fólki bara saman í hóp að fjárfesta. Já, skilur, bara frá einum aðla. Já. Og það er einhver þannig reikningur, minni mig. Ég held að ég geti vel verið sem farið með tómaþælu hérna. Okay. Ég var að fatta það að við erum að tala í 2 loðnum hérna, þetta er fyrir á netið, þannig að ekki taka, bara ekki segja, hann sagði þetta, ég er bara að fá hulta pening hérna. Svo erum við bara kærðir og... Svo er til, hérna heitir Forex Trading. Já. Já. Það er hraður markaður. Okay. Það er gambúl. Það er miklu meira gambúl heldur en dæmið er. Þá getur þú keypt bréf og kaupir henni bara sent bréf, bara svona pingulítil bréf eða hlutabréf. Okay. Og þá getur þú sett þak og getur þú sett stopp. Já. Þannig að það má ekki fara neðan þetta, þá selja ég, ef það fyrir ofan en þetta, þá selja ég. Já, ok. Og auðvitað gætur þú, ef þú fer náttúrulega niður, þá þarf þú að borga. Já, heiða. Það tapar þú. Ef það fyrir upp, þá vinnur þú. Já. Þannig að annarkvort, fólk er að vinna við þetta. Það er fólk sem næra að halda bara lífinu sínu uppi, bara á þessu. Sniðugt. Já, ég mæli ekki með því. Já. Þetta er, sko, ég kafaði í þetta, skoða þetta og ég á Forex Trading reikning. Já. Maður þurfti að senda aukaskiptin og bla 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 bla. Og var ekki að leika mér eitthvað að skoða þetta og ég held að þetta er vinna. Þetta er ógeðslega mikil vinna. Þú þarft að fylgjast með þessu, þú þarft að vakta þetta, þú þarft að skoða hvað er gerast í fréttunum, er þetta að vaksa, er Bitcoin að vaksa og svoleiðis. Já, þetta er ekki svona sem að er bara sjálfvirt og virka fyrir því bara. Þú getur gert það, þú getur fengið followað einhvern kall og þá ertu komin svona hermireikning og þá getur þú látið þinn reikning gera það saman. Hann getur gert mistök og þú getur ekkert kennt honum Nei, okay. Þannig að það er alltaf þín mistök. Já. Skilurðu? Já, ég held skili. Þannig að svo náttúrulega var markaðurinn allt í henni fór GameStop. Já. Þannig að GameStop er dæmið. Já, held skemmtilegt. Já. Að bréfin þar hækkuð alveg. Var þetta ekki bara hópur á Reddit sem ákvað bara, heyrðu, nú ættum við að fokka upp systeminu í stock market. Já, það átti að, þetta heitir eitthvað shorting eða eitthvað shorta, þá bara lækkar bara GameStop bara niður. Þá selja bara allir stóru hluthafar bara strax. Já. Og þá bara fer það bara niður og þá kaupa það síðan aftur hlutin á minna lægra verði. Já. Þannig að það segjum að 10 manns eiga þessa monster dose og 5 gaurar koma saman og hugsa bara, heyrðu, eigum við að selja okkar núna á open markað og fá peningin okkur tilbaka og þá náttúrulega selja 5 og lækkar það og þá er hlutir honum ódýrari og þá lenda allir hinni 5 bara í vesinni, bara shit, ég er búin að tapa hérna alveg ógeðslega mikið pening. Já, þetta. Já, og þá annarkvort fara þær í panik og selja og þá lækkar þetta ennþá meira og svo ætlir þeir að kaupa upp restina. Já, tilbaka. Wow. Já. Þannig að þeir voru að reyna að svona, gera það snögt en selja, allir bara fokk selja og þá kaupa þeir það sem hinir töpuðu á í rauninni. Já. En það sem Reddit gerði var rauninni að einhver las þetta, að það var að vera að pæla í þessu eða eitthvað blá blá. Þá keiftu bara allir, þannig að bréfin hækkuðu. Já. Þannig að það voru bara allir þeir kannski manni hvort að þeir seldu eða eitthvað og svo fór Reddit og keifti, þannig að það var miklu dýrar fyrir það að kaupa aftur. Já, þetta. Já, þeir fokkuðu þessu svolítið upp fyrir þeim. Já. Það er svolítið gott samt. Já, en þetta sumir gera þetta. Já. Bara eiga kannski stóran hlut, seljan og hinni lenda þau í djúpum skít. Ok, þannig maður þarf líka að vakta það svolítið. Þú þarft að vakta umhverfið sko. Getur ekkert kasta peningum í eitthvað og ekki fylgst með hvert er að fara. Nei. Af því að ef þetta droppar mikið og sem að félagi fyrir á hausinn, þá er bara peningurinn bara farin. Já. Þetta er hot á við maður. Þetta er erfitt sko. En þetta er náttúrulega, ef þú veist ekkert hvað að gera, þá er þetta fjárhættuspil. Já, nákvæmlega. Ég
veit eiginlega ekkert hvað að gera það. Eða, þú veist, þannig ég hef ekkert farið í þetta ennþá en mér langar að skoða þetta. En það er aldrei að skoða þetta og prófa ef þú tímir því. Já, þar maður getur reykt eiginlega hverju sem maður getur borgað bara 1000 kall. Já, þá ertu rauninni í svona forex trading en þú getur líka farið í poll saman. Já. Þú getur aldrei gert það í bankanum, þá er bara upp að einn bundin og þá tekur eitthvað mánuð að leysa hann út. Þá er hann bundin í bréfum. Já. Ég vona að þið eru að fylgjast með okkur og skilja hvað við erum að tala um hérna. Þetta er búið að vera svolítið mikið bara ég er að benda á dósina mín alveg rosalega mikið. Já, þú veist, heili minni er bara búin að breytast í hlaup. Já, en það er fleiri fjármála vandamál í heiminum. Eins og Nígeríusvindl. Já. Það er stórt vandamál. Það er alltaf búið að ringja í mig bara eitthvað skrítið fólk. Are you interested in trading? Have you tried online trading? Ég fæ alltaf svona. Eitthvað mjög skrítið. Ég bara afsakið að þetta er racist en ef ég heyri mannesku ekki tala íslensku þá held ég strax að það sé eitthvað skrítið sko. Já, ef ég sé útlí bara blokkar svona 20 númer í símanum. Já, ég líka. Það er svo leið sko. En ég stundum hlusta og rífst við fólkið. Í alvörunni? Já. Svarar þau bara stundum bara... Já, halló, bara hi Mr. Christburger, how are you doing today? I'm doing great. Og ég bara segi þeim bara hluti, bara bulla bara. Já. Bara, what do you do for a living? I'm a bank manager in Iceland. Oh, really? So you know everything about finance? Yes, of course. What? I'm 42 years old. Oh, you're so young. Yes, thank you. Og bara bulla í þessu liði. Já. Og að því að þau skrá allt hjá sér og geima kannski og þá er búin að gefa persónu upplýsingar svoleiðis. Ég er nefnilega alltaf hræddur um að það sé bara fólk að koma heim að drepa mig sko. Nei. Ok. Þetta er bara, sko þau eru bara að reyna að fá einhverja peninga út úr þér. Já og þetta er í rauninni ekkert eitthvað persónulegt innan gæslepa. Þetta er meira bara svona random númer sem hringi í. Já. Þannig að þau eru bara að targeta fólk sem kannski veit ekki mikið sem hafa lent í einhverju svona og bara allt í einu einhverju segir bara ég er hérna með tækifæri fyrir þig til að græða fullt af peningum. Þú ert ekki að gera neitt, Óskar. Já. Einhver segir þetta við þig. Ég myndi segja bara nei takk, ég myndi ekki kaupa það sko. Nei. Þetta er mér spila líka inn í með þessa tryggingaperraðana. Ef það ringir einhver svoleiðis gæi og hann talar náttúrulega yfirleitt í íslensku bara hæ Óskar, frændiðin Fannar var að mæla með að ég myndi ringja í þig og hefur áhuga að heyra á þetta og svo bara, þú veist, ég er með þessar tryggingar og lán og blablabla blú fyrir þig og þú bara mynd lifa, þú veist, 3 lífum þegar þú ert búin að gera þetta og þá er ég bara, já, þú ert eitthvað skrítinn sko. En það er náttúrulega bara sölumennska. Já, ég hata svoleiðis. Já, sko, það er náttúrulega það fyrir hvernig approachið er ég er svolítið þreyttur á að fá símtöl frá S.A.A. og fleiri styrktar dæmi þú getur hakað við eitthvað í símaskránni þá ertu komin á bannlista. Já, því ég held að þau hunsið það nefnilega öll mín númer eru rauð sko. Já, það. Já. En svo náttúrulega eru svona söludúttar í tryggingum þetta er bara sölu, þú getur alltaf sagt bara nei. Já, þeir er svona, já, ok. Já. Þeir er nefnilega að taka því í gættar sko. Við lendum stundum í að fá frían mánuð með internet og eitthvað dæmi. Já, ég fekk það daginn líka. Ég bara nenni því ekki. Nei, ekki heldur sko. Ég gerði það einu sinni. Já. Og ég bara, ég lendi í lukkupott og vann fría áskrift. Já. Fekk einhvern myndlykil. Já, frábært. Já. Það elskar allir svoleiðis í árið 2021. Ég tengd hann ekki. Ég sótt hann. Og ég bara setti reminder í síma minn og ég þarf að skila honum fyrir þetta áður en ég þarf að borga. Og ég ætla bara að sjá mun ég nota þetta, bara forvitin. Ég tengdi hann ekki, hann var í bílnum mínum í heilan mánuð. Og ég fór svo bara ég er að skila þessu. Og já, takk fyrir. Og ég bara, ok. Og bara jú, það er sumir sem eru kannski góður í að taka eftir og ná þessum tilbóðum og svoleiðis. Já. Það er náttúrulega bara full time job. Já, það er það líka sko. Af því að eitt svona ein lausn. Time is money. Já. Tími er peningur. Já, tímin er
svona mest valuable dót sem við höfum. Já. Við fáum það aldrei áttur. Nei. Þessi hálftími sem er búið að fara í eina þátt fyrir greið fólki, það færi hennan hálftími aldrei aftur, sko. Já, þannig að þetta er alveg það er bara tími fyrir ekki að ég fór hans að síma neina. Alltaf. En hins vegar, Óskar minn. Já. Hins vegar. Hæ, hefur þið alltaf langað í lengri tíma? Mig líka. Við tveir lögum leiðin, kynnum með stolti tímavél. Þetta gekk vel og við ætlum að lifa þér að ringi okkur. Já, er að tala um það? Ég veit ekki hvað að tala um. Ég er að selja tímavélina. Já. Okay. Þá getur bara komið hérna og hérna við sendum þið aftur í tíma. Nákvæmlega? Nei, ég held ekki. Ok. Guð. Það er time is money, Akkurat, nákvæmlega. Mér lókaði bara að þess að prófa. Fyrir ekki. Alltaf. Við erum búin að vera svo djúpir, skiljur. Þetta er búin að vera eitthvað. Þetta er búin að vera svo hot topic. Ekstra djúpt, sko. Ég veit ekki hvort við séum hvernig eitthvað langt með þetta. Ég held ekki, sko. Við erum búin að leysa hellingsvandamál. Já. Hvað að gera, það átt ekki pening. Spara. Já. Vinna, spara, fjárfesta í steypu. Já, fasteignum, já. Og svoleiðis. Ekki fjárhundaspil. Nei. Nema þessi lottó. Nei. No. Bara ekki. Ok. Bara ekki eða pening. En auðvitað þarf maður að eyða pening, skilur. Já. Maður þarf auðvitað að kaupa eitthvað sem mann langar í, en maður þarf að spara fyrir því. Já. En síðan langar mig líka bara að koma að því að, þú veist, fólk eigi bara fylgja sínu passion og reyna að búa til eitthvað úr því. Já. En eins og bara, ok, við vorum að tala um að ég fari í tímavélina að tími er peningur. Já. Og ok, ef þú vilt eyða tíma í svona eitthvað dót. Hlaðvarp. Já, veist, í að spara, segjum það. Þú ert að kaupa öll tilboð, þú ert að vakta hitt og þetta, samþykja allt og skila öll á réttum tíma. Já. Það kostar líka raunni bara tíma. Já. Að eyða tíma í að fylgjast með öllum þessi tilboðum. Þannig að hvort borgar sig þetta eða borgar sig þetta ekki. Ég held ekki. Ég myndi lítið á þetta sem tímasóun, sko. Ég myndi gera það líka. Og ég hata tímasóun, sko. Já, en aftur á móti, við spilum tölvuleiki. Já. Það er tímasóun. Það er rosalega tímasóun, sko. En það er áhugamál einnig. Þannig að það er svo nýta flugur í bílskotum. Það er áhugamál hjá kallinum, skilur við, þessum kallum. Já, þau sumir hugsaða þannig og ég held ég hugsa þetta þannig að hluta til að ef þú ert að skemmta þér, þá er það ekki tímasóun. Nei, þá er svona, sko, tæknilega séð ekki. Þú getur alltaf fært eitthvað út eins og að þú ert að fara á djammið, bara neyður í bæ. Já. Þá ert að, kannski hittiru eitthvað ókunnugan, kynnist einhverjum nýjum og býr til kannski eitthvað framtíðartengsl sem getur nýttir í framtíðinni. Það er alltaf gott, sko. Þannig að alltaf gaman að vera léttur og skemmtilegur. Já. En náttúrulega tími er peningur. Já. Og þurfum að fara vel með tíman okkar. Algjörlega. Þannig að það er náttúrulega ofur ef þú nærð að gera áhugamálið þitt að money making machine. Já, algjörlega. Ég held að það sé bara það besta sem allir geta gert því að ef við erum bara rosalega hinskilnir þá er flest okkar bara vinna fyrir einhvern sem að fylgdi með sínu passion og maður græðir, þú veist, eitthvað smá á því en nýta tíman sem þú hefur á milli til að byggja þitt upp. Já, það er mjög sniðugt og segjum eins og þú hefur áhuga á tölvuleikjum, segjum bara þitt áhuga, þú bara elskar tölvuleiki. Já. Prófa að stríma, prófa að bara koma þér áfram, gerast atvinnumæður í tölvuleikjum. Já. Ef þú bara frábæran, ef þú bara ógstemmingin áhuga á pípulögnum, það bara ferðir bara pípari. Það er bara slegið saman. Já. Leið og hefur gaman að því að þú ert að gera þá ertu ekki að eyða tíma. Nei, nákvæmlega. Þá er þetta ekki lengur vinna. Þá er þetta ekki vinna. Þetta er kannski erfið vinna en ef þetta er gaman þá er þetta ekki vinna. Já, nákvæmlega. Við vorum að tala um svona svindl. Já. Og við höfum lent í því. Hvernig er þetta að komast í veg fyrir að vera svindlaður?
komast vekk fyrir láta svindla á sér. Já. Óskar, hvað gerir Óskar til að koma í vekk fyrir það? Segjum að þú sér að ringi mig og segir bara þú sér með $1 million. Við bara tökum bara hérna samtalið hérna. Ég skal vera hérna að selja þér hérna. Nei, að segja að mamma henni hafa dáið eða eitthvað svona, ég vilt fylgja sorgarsaga. Bara einhver ættingi minn dó og hann átti að gefa mikið pening. Ég ætla að koma þér inn í online trading. Já, ok, svoleiðis. Svona ringitón kannski, segi bara já, halló kannski. Ég var að byggja þetta til um pípum. Einhver að syngja. Já, halló. Já, góðan daginn, hvernig hitt ég á þig, Óskar? Ekki droslega vel, sko. Hvað meinarðu? Hvað meinarðu? Hvað er ekki alltaf lægi? Jú, ég er bara upptekinn við hitt og þetta. Ertu upptekinn? Það er stundum mér upptekinn, en ég er að ringja hérna í þig til þess að segja frá frábæri tækifæri. Jæja. Hefurðu 2 mínútur? Alltaf. Já, við hvað ertu að vinna? Ég er að vinna hjá Jóhann Rönning. Jóhann Rönning, já, er það gaman? Það er alveg 6 af 10. Já, það er nú ekki nú gott. En hefurðu kynnt þér hérna online trading? Það vilst til hjá okkur í onlinetrading.org.net.is erum að kynna hérna frábæran pakka þannig að þú þarft ekki að gera neitt og þú bara græðir peninga. Já, hvernig virkar það? Það er þannig að þú bara skráir hjá okkur, gefur okkur þínar upplýsingar og við sjáum alla vinnuna og við tökum bara 2% af því og aftur móti þá græðir þú pening. Þarna myndi ég samt, akkurat þessi tímabóndi myndi ég örgulega koma bara, nei takk, ég hef ekki ákveðu. En býttu fyrir, áður nú skellir á, þá er ég bara að segja að við erum með bara fólk í bara besta gæðaflokki sem er að vinna í þessu fyrir okkur. Þannig að þú ert að missa af tækifæri ef þú skellur hérna á mig. Þá bara missi ég á þessu tækifæri. Ég ringi bara ef ég vil vita eitthvað meira. En allan að kíktu á heimasíðun okkar og prófaðu bara að skrá þig þar og sjá hvað gerist. Já, ég pæli. Já, takk. Já, takk svo leiðis. Þetta var fucking leiðilega gæði maður gæti. Og svo keiri ég brjálaði burtu. Já, ég hef lent í þessu, sko. Ég hef bara talað við manneskjunum bara til að hún segir mér eitthvað. Bara veistu hvað Amazon er að gera vel? Veistu hvað þetta er að gera vel? Og ég bara, þegiðu. Og ég sagði bara sem mér við bara, þið nennir að hætta að tala. Já, það. Já, ég bara nenni ekki að tala við þig. Mér finnst þú leiðilegur. Og hann er bara, var ekki reið við hann. Og við vorum eitthvað að rífast þarna og svo leis. Nei, menn akkur að ég það tíma í svona kjaftaði. Ég var að vinna, sko, þetta var bara, ég hafði tíma til að tala. Ekki þú, heldur bara þetta fólk, akkur er það að sjá. Þau eru á launum. Og svo er bara, það er til svo margir scammers úti sem eru, segja að tölvaðin sé biluð, leið mér að taka yfir tölvunniðinni og lokaðin á heimabankaðin, eitthvað svo leis. Bara þetta eru upplýsingar sem þú bara gefur ekki frá þér. Nei, alls ekki, ekkert svona persónulegt dæmi, sko. Nei. Þetta er bara, fólk þarf að passa sig á þessu og það er ekkit þetta vandamál, það leysist bara einungis með því ef allir eru meðvitaðir það. Já. Að það er enginn sem biður leikilorð. Nei. Einu sinni hef ég lent í því að Netflix aðgangurinn minn var hakkaður. Já, ok. Já. Allt í nú var ég, náttúrulega þá var ég bjó Ástór hérna hjá mér. Já. Og það var svolítið fyndið, allt í nú boppaði bara upp einhver nýr aðgangur, bara þú getur alltaf valið þig, eins og til mér þá get ég valið mig, Gunni og svo Ástór. Já. Svo allt í nú kom bara 4. aðgangur. Það er mjög skrítið. Það er nefnilega mjög skrítið. Já. Og ég alveg bara, what? Hver er þetta? Og ég opnaði það og bara sá ekki neitt og ég bara, ok, ég held að Ástór hafi verið í einhverju bulli að flippa og sína hvað hann flinkur að búa til aðganga eða eitthvað, ég veit það ekki. Það er náttúrulega svo erfitt. Nei, náttúrulega svo erfitt, já. Þannig að ég eitthvað skoði þetta og bara kippið mér eitthvað, sem bara allt í einu stuttur seinna kom bara 50 aðgangurinn og ég hefði bara, hvað var þetta? Svo ákveði ég kíkja á Netflix og þá gæti maður séð hverju voru að logga sig inn. Það var bara einhver 2 dúttar frá Chile. What? Já, og þeir voru búin að breyta öllum upplýsingum, bara símanúmer, þetta, dalalala, og ég bara, hétturinn. Já, mér er svo mikið svona innrás á, þú veist, þeir eru ekki að brjótast inn, en þeir eru samt eiginlega að koma inn á þitt svona persónulega svæði. Þeir eru að gera það.
Og það ógeðslega óþægilegt. Það rosalega óþægilegt. Já. En þannig að maður þarf að passa upp á öll lykilorðið sín. Ekki vera með eitthvað einfalt. Maður á að skipta því reglulega. Þess að breyta lykilorðið reglulega. Hafa eitthvað rotation á því. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Já. Svo náttúrulega mörg forrit, það er hættulegt að en Google Chrome geymir til dæmis mörg password fyrir mig. Já. Og býr til eitthvað bull password ef ég vill bara á mörgum síðum. Ég man aldrei, það bara man alltaf passwordið mitt og ég það bara muna eitt lykilorð og það er reikningi minn. Gmailið mitt. Já. Ég held ég sé með eitthvað svipa. Já, en það er númer 1, 2 og 3 og það er bara ekki leyfa rugl fólkinu að rugl í þér. Já, nákvæmlega. Það er frábær uppistandari sem heitir James Weech eitthvað sem áður til að vera rugla í svona e-mail scammers. Já. Og bara mæli með því að kíkja á það. Mæli með að fólk kíkja á það. Já. Ég byrja að sleppa bara orðum. Íslenska er náttúrulega svo erfitt tungumál. Já. En já, ég hef einmitt síðan líka og þetta er mjög skemmtilegt áhorf. Já. Erum við ekki að leysa nú bara verða allir bara rich? Já, vonandi. Bara það sem ég er alltaf að hugsa, það er bara ekki svo tímaninum, fylgdu þínu passion. Hver er það passion? Mitt. Óskar. Ég hef náttúrulega komast það í síðustu viku að það er tónlist. Það er tónlist. Þannig ég þarf að fara bara að rækta það upp á nýtt og gera eitthvað úr því. Það er eina skipti sem ég er lifandi sko. Eða þú skilur mig. Og reyna. Þannig að þú ert að fara hætt í vinnunni og fara bara að taka upp gítarinn. Já, bara vera á einhver götuhorni og bara vera þar. Gramla og gítarinn. Já. Grilli glamraði. En bara, eðust Grilli glamraði. Wow, shit. Ég er að fara með tungubrjóta þegar ég byrja að tala Einmitt. Eðust, það er svona að kannski ekki beint að þessu en bara að setja tíma í það. Já, bara ég er sjálfur alltaf svo hræddur að sóa tímanum mínum. Já. Og mér finnst vera rosalega ofta því. Já. Hætt að pæli því. Já. Hætt að pæla því að sóa tímanum. Frekar bara gerðu það. Bara pældi bara, ok, menn okkar gera þetta og ég myndi, halda hann að vinna kannski ekkert alveg. Það þarf auðvitað að hafa eitthvað balans. Já, maður þarf að Já, nákvæmlega, maður þarf að gera það. Áður en hittna er að taka yfir. Svo er náttúrulega það, hvenær á maður að taka stökkið, skilurðu? Þú tekur stökkið þegar þú hefur efna því að drukna. Mér finnst það svo góð setning, ég man ekki hvað ég heyri þetta. Já, þú tekur stökkið, þú hefur efni á því að drukna. Já, þannig að þú hefur efni á því að raunni lifa af. Já, ætlaði ekki. Já, þegar nóg hafragraut í ískapnum, þá máttu taka stökkið og ef að stökkið nær hagnað, nær meiri hafragraut úr stökkinu, þá gerur það. Já, basically. Og já, eins og ég segi, bara lifa. Ég er þetta ekki bara komið gott, þeir eru komið leið á þessu. Ruslfæði, þetta er allt bara peningaeðsla og tímasóun og frekar bara að vinna og bara afla sér minninga og peninga og svona þess. Nákvæmlega. Já, en hvað er að tala um næst, Óskar? Ég var komið með eitthvað þegar ég var að vinna á þann. Þá fæ ég ekki góða hugmynd, en hún er farin. En ég er með hugmynd. Ertu með hugmynd? Já. Skóarhögg. Nei, ég var bara að lesa þessu gamla blaði sem búið að vera hérna í mánuð. Já, búin að vera svona krullað upp og endan á því. Ég var að hugsa að tala um svona grunnskóla vandamál. Grunnskóla vandamál? Svona ástarvandamál í grunnskóla. Já? Grunnskóla ástarvandamál. Grunnskóla ástin? Grunnskóla ástin, já. Við getum komið með gamlar skemmtilega sögur, sko. Já, en já, þannig að ég held að það er leynast mörg vandamál þar. Já, svona ég meina það, ef ég bara skýti inn í núna þá var ég alltaf með að gera því í grunnskóla hvort ég ætti að fá mér Coco Puffs eða Lucky Charms í morgunmat. Já, núna þarf það ekki að velja. Nei, nú hef ég aldrei á að gera því lengur. En þetta er bara svona kynþroska vandamál.
Já. Ég held að það sé alveg, það er stórt vandamál. Man lendir í svo miklu skrýtnu dóti. Er þetta bara búið? Það er ekki bara. Það held ég. Þannig að kæru hlustendur, ég vil bara minna á Instagram, Facebook, TikTok og YouTube. Við erum komið þangað líka. Endilega subscribe og svoleiðis. Likea, deila, followa, subscribe. Hringja í okkur. Hringið 792-2025. Já. Og skilja þetta skilabóð. Ef þið viljið segja frá okkur vandamálum sem komu fyrir ykkur í grunnskóla, þá endilega segja okkur frá því og sérstaklega á kynþroskaaldrinum þar sem að lendi í mörgu skrýtnu eins og bara, ég ætla bara að koma dæmi bara sem er bara svona bóner á verstu tímum. Ég man eftir því. Ég man eftir því líka. Og það er, ég hugsaði þetta í vinninni bara djöðl, bara hvernig komst maður fram í, hvað gerði maður, hvað var til ráða? En það er vandamál sem við leysum í næsta þætti. Þannig að endilega haldið varum að hlusta og njóti. Við erum 2 loðnir og við segjum bless í bili. Já, takk fyrir okkur. Og takk fyrir þetta og bara eigið þið æðislegan dag og æðislegt kvöld. Við ætlum að fara að gera eitthvað skemmtilegt. Já. Ég veit ekki að lífa sér í útvarpi núna. Já, það er svolítið þannig stemmi. Ég held að ég sé bara að fara að lúlla bara. Þú ert að fara að lúlla? Hvað er klukkan? Hún er 9. Já, eftir 2 tíma. Já, þannig að bara takk fyrir okkur og bye. Bye, krakkar. Bless.